það sem gerist í þetta börnin að þegar kemur eitthvað ástand þá fara það að fela sig. Það er kannski einhver skot og fela sig þar og kona minn sem skólaleiði, hún einmitt fékk leiðbeiningu og það var sagt að það myndi að fara og tékka á því. Er þetta eitthvað sem þú skoðaði sérstaklega? Sko, ég sá ekki neinn börn fela sig sérstaklega þegar þetta fór í gang. Það var náttúrulega félaugur í gangi áður en bjöllurnar fórast, eða áður en það hófst rýmingin. Þannig að það var náttúrulega barn sem var falið. En við sáum ekki neitt slíkt. En ég get náttúrulega ekki lofað að það er eitthvað sem maður er svolítið hræddur við, sko. En það sást ekki neitt slíkt. Er þetta ekki meira þegar að börnin eru ein, þau verða hrædd? Er ekki undir neinni stjórn? Jú, þá er eitthvað sem hræðir þau, þá félagur sig fyrir þessu sem er hræður. Já, það er sennilega líklegri skýring, sko. Og með kynningu á þessu fyrir skólum sem að þú varst að vinna þetta eftir. Var þetta kynnt hjá þeim og eftir, svo að það gefur svona séð hvað var jákvæmt og hvað var kannski væntanlega betri? Já, sko, þau fengu ekki, jú, ég sendi reyndar einum skóla þarna alveg upphafi myndbandið frá sér, sko. Þau voru, gerði sérstaklega vel við eitt skólana sýna þeim af því að þau tók þátt tvisvar til að sýna muninn. Það var með þessi skóli sem ég sýndi ykkur síðast. Það voru svona smá hnökrar á eins og þetta með að það byrja að klæða sig og voru aðeins hnökrar í samskiptunum innan skólans. Og þau alveg stóru bættu tímann sinn í næsta. Myndur þú halda að þessi free movement time, Já. að hann myndi kannski vera mismunandi milli árstíða eins og sumar og vetur? Myndi ekki vera lengri tíma og vetur eða meiri tíma lengur þess að taka föt? Jú, það fer náttúrulega algjörlega eftir stefnu skólans. Hvort ef þetta er eitthvað sem er æft og það bara er, þið vita bara þegar bjallan fyrir stað, þá förum við út án þess að klæða okkur. Með þjálfun held ég að hann náist líka töluvert niður. En jú, það er alveg rétt að ef það er einhver blindbilur þá hugsa fólk sig nú tvisvar áður að senda börnin út á þess að klæða sig neitt. Það var einn leikskóli sem var með tveir allavega sem voru með svona kerfi, voru með teppi í svona útiskúr og voru búin að hugsa það svolítið út að þau ættu ekkert að klæða sig í rýmingunni, heldur eru þá teppi sem taka á móti þeim úti. Það er ein leið, sko. Og þau gerðu líka sérstaklega í Rússlandi voru að skoða þetta svolítið betur og skoða líka muninn á því að það var annars vegar að fara út ekki neinu og svo hins vegar að klæða sig í þykka úlpu og svo þetta með teppi, sko. Það er svolítið þessu. En skóhlífar, semstu það er ekki notað? Skóhlífar? Nei. Á Íslandi var svona bláar tannlækna skóhlífar? Já. Nei, það var engin sem það sig. Í sumum tilfellum, það voru 2 stöðum sem að höfðu krakkana í skóm þennan dag. Bara til þess að þurfum við ekki að skipta sokkum, láta alla skipta sokka þegar kemur inn. En það var annars almennt, það er ekki tilviljun að ég gerði þessar æfingar í apríl og maí. Það var til þess að hitta á svona sæmilega árstíð að það væri ekki að skapa neinn óþarfa vandræði í tengslum við þetta. Flestir skólarnir voru að gera æfingu í fyrsta skipti og hafði ekkert prófað þetta áður og vissi ekki alveg hverju var búast. Skýringin sem ég fékk hjá mörgum var að það væri svo mikið vesen og erfitt og þungt í vöfum að halda æfingu. En eftir að þá komið til mér og sagði bara já, þetta er bara ekki voðalega mikið mál. Það bara, þetta tekur ekki langan tíma. Það er alveg óþarf að gera þetta akkurat á svefntíma barnanna eða eitthvað. Það er alltaf, til að byrja með bara að nota eitthvað tíma sem er mátulegur, ekki matartíma og ekki, það er fljótlega að segja, margir tíma sem henta ekki út af svefni eða út af matartíma eða út af einhverju ákveðnu. En það var reyndar einn leikskóli sem að gerði æfingu á svefntíma eða svona alveg rétt undir það þegar voru að vakna. Það voru ekki allir svona almennilega komnir á fætur eftir lúrinn sinn. Og þessi leikskóli gerði 2 æfingar, fyrst bara á mjög góðan tíma og síðan á svona pínu erfiðum tíma. Og það sýndi sig líka, það tók töluvert lengri tíma. En það var já, þá kom það út svona hálfklædd og með eitthvað teppir og... Myndirðu telja að væri ekki að tala um að sérstaklega frá Rússlandi og fjórum löndum. Það gæti verið mismunandi að milli landa tíminn sem að tækja að rýma bara til dæmis með að við voru mismunandi
börn eru mist yngri. Það eru mismunandi, svona börn eru með miklu meiri reglur og struktúr í allum skólum, alveg frá leikskólum heldur en til dæmis Hér-á-landi. Já, maður svona skoða þetta líka með líka bara niðurstöður frá fullorðnum. Maður skoða maður sér svona fyrir sér að í Rússlandi sé þetta svona svolítið strúkturera þau svona. Jú, maður þarf bara að skoða, það er náttúrulega frábært þegar maður fær að sjá einhver myndbönd eins og á ráðstefnum verður svona sýndar klippur og myndböndum og þá svona fær maður smá tilfinningu fyrir hvernig aðstæður eru. En jú, það voru hérna æfingar í Japan held ég sem ég sá og þá sá maður alveg bara þau löbbuðu alveg bara í þú veist röða alveg gjörólíkt við grunnskólana í Danmörku og þá Íslandi sem það líka. Þannig að maður bara svona að meta það hverju sinni en það er klárlega einhverju svona kultúrbreytur sko. Hérna á Íslandi hefur verið talað svolítið fyrir því, allavega í Reykjavík, að þau fari í útför. Já. Við erum alltaf með viðvörunarkerfi, þannig að það er náttúrulega lengir tíma kannski. Já. En það heldur að það sé mikil senkun, sérstaklega þau eru þjálfuð í því að þið sérstaklega talað fyrir þessu í grunnskólum og frístundæfum og svona. Sko, ég held að fara líka svolítið eftir uppbygging, úlpurnar geta verið geymdar á þessum mismunandi stöðum. Já, reyndar. Það var leikskóli þarna sem var bara með fatahengju á einum stað og þá náttúrulega skekkir það svolítið myndið æfinguna ef allir fyrir alltaf að fara inn í fatahengju, labbi gegnum allir leikskólinn til að fara þangað. Þannig að þetta er svolítið erfitt og viðkvæmt og maður vill ekki alveg auðvitað vil ég ekki að barnið mitt sé úlpulaust úti en mér finnst fyrir mín börn, mér finnst mikilvægara að þau læri að það er undantekning þegar eitthvað svona gerist. En það kemur auðvitað mótið á Íslandi, þá er bæði gott kerfi, það er góð bruna hólfun yfirleitt. Þannig að sjálfsögðu er kannski lengri tími í boði hérna heldur en oft úti. Já. Þú sagðir að sumir hafi verið með kerfi og öðru ekki. Já. Nefndir þú munin á hegðun á milli? Já, sko, hegðunin var, já, þau brugðust ekkert rosalega mikið við kerfinu. Þau kipptu sér ekkert rosalega mikið upp í hljóðmerkið yfirleitt. Af því að þau voru ekki í þjálfun, efðu það ekki sérstaklega. Rýmingatíminn var svipaður, ef ég mælti bara frá þeim tíma sem þau fengu viðvörun, hvort sem hún var munnleg eða kerfisleg. En auðvitað, munnleg viðvörun er náttúrulega pottþétt, eða hvað maður segir, að því leitnum til að þá vita þau örugglega að fara út að vera að segja við þau. Á meðan ef bjallan hljóma þá er það alltaf að leita sér að smá staðfestingu fyrst. Myndur ekki ótæli eftir þetta að það væri æfingar, það væri kannski svona reglubundna æfingar, það væri svolítið líkinn? Jú, ég er mjög hlynnt í að halda að það séu haldnar reglubundnar æfingar. Og helst líka í leikskólanum. Grunnskólanir, það er svona í lögum að þeir eru að gera það einu sinni á ári úti í Danmörku. Það er svona mælt með því að leikskólanir gera, það er ekki þeim skylda, þannig að það svona dettur svolítið meira upp fyrir. Já, það og kannski líka bara að starfsfólki viti hvað til hvers ætlast að þeim og hvernig þau að bregðast við. Já. Það var nefnt hérna áðan að leikskólarnir eru þarna upp á efri hæðum. Já. Ég skildi það þér að það væri svona jákvæður hlutur, ekki varðandi rýmingu. Já. Hvað var það í því sem eða var ég að miskilja að það væri spennandi að hafa það upp á efri hæðum? Nei, alls ekki. Vegna þess að við erum að yfirleitt að skipuleggja þannig að yngstu krakkarnir séu á neðstu hæðunum. Já, og ég er sammála því að það borgar sig að hafa yngstu á neðri hæðunum. Þetta hefur verið gert að praktískum ástæðum, einn leikskólinn sagði við mig að yngri börnin fara sjaldnar út og þess vegna höfum við þau uppi en eldri niðri. Þannig að þau eru ekki jafn duglega að koma börnum út eins og á Íslandi að leika sér. En ég mæli klárlega með því að hafa sem flesta niðri. Og það er einmitt eitt við nýju notkunarflokkana, þá eru yngstu börn grunnskólana komin í sama notkunarflokk og leikskólar. Og mér finnst það mjög jákvætt því að maður sá það að 6 ára krakkarnir, þau eru ennþá svona svolítið leikskólaleg í gangi niður stiga. Þannig að það er kannski helsti munurinn á þessum, af því að þá er einn skóli komin í 2 notkunarflokka, þá
þá finnst mér að það ætti þá að, þú veist, munurinn ætti þá fyrst og fremst að vera að reyna að halda þessum yngri bekkjum niðri á neðri hæðunum. Það var að byrja einu. Já. Það var svolítið sérkennilegt að sjá að það eru leikskólar á fleiri hæðum, 2-3 hæðum kannski, og jafnvel ekki reykskilja. Og eins og mætti náttúrulega vera krafaður í kerfi svona byggingum. Það er reyndar ekki leyft hérna, sko. Nei. En er ekki eitthvað regluverk sem það er utan um þetta og er eitthvað mengarreikna skóla sem að koma á stað? Já, það er sett á svona. Nei, það snýst sko ekki það snýst byggingarárið yfirleitt. Reyndar þessi leikskóli sem var hérna upp á 4. hæð, hann var með kerfi. En það voru leikskólar á 2 hæðum allavega sem voru ekki með skynjurum eða kerfi. Já, þetta er einhvern veginn eins og fallið hérna á milli, sérst. Regluverki segir að byggingar í notkunarflokki 6 eigi að vera með kerfi sem er að lágmarki með viðvörun til starfsfólks. En svo eru þessi leikskólar sem er byggðir og teknir í notkun fyrir áður en þetta kemur inn í regluverkið sem að vera að sleppa. Þannig að það er rauninni mjög slæmt og virðist ekki vera mikið eftirlit með þeim. Þeir fá samt árlega heimsókn, það sem er svona skoðað, sko, en já, síðan reyndar eru leikskólar sem eru með undir 30 börnum, þau síðan eru þá með ennþá lakari kröfur eða minna eftirlit með þeim. Það sem að hérna leikskóla var á 4. hæðinni, Já. þá sagður að húsið hefði ekki verið byggt sem leikskóli. Hefði það verið eitthvað nefn öðruvísi í þínum huga ef það hefði verið byggt sem leikskóli? Þannig að þau hefði ekki þurft að fara niður stiga. Jú, ég held að það hefði þá kannski ekki verið, trappan sem þið sáu, það var runni baktrappan. Það hefði kannski passað að hafa allavega auka milli pall. Það kannski helst það. Þau voru með handrið sem að hjálpaði samt heilmikið til. Ég hefði ekki viljað sjá þetta án handrið, sko. En já, það er kannski fyrst og fremst það. Ok, einhverjar fleiri spurningar? Og ef ekki þá bara þakka ég kærlega fyrir mjög gráðlega fyrirlestur. Þetta er mjög áhugavert efni og þannig að það er fróðilegt að sjá hvað gerist í framtíðinni. Þetta er eiginlega, sem maður myndi segja, óplæður akur af ýmsu leyti. Þannig að ég veist ekki að þú heldur áfram að hafa postdokk að þú finnir eitthvað að fjalla þar. Þannig að ég bara þakka ykkur bara kærlega fyrir þarna komuna og minni síðan á næsta morgunverðarfund sem er haldinn í janúar. Það sem núverandi árið hefur verið gert upp og bara ég þakka fyrir og bara takk fyrir.